Það sem hefur gerst, það er búið að snúa píramídunum á hvolf. Risið er alveg ógeðslega flott, en kjallarinn er að molna. Nú er staðan orðið þannig að píramídinn, hann er kominn á hliðina. En það ber engin ábyrgð. Nei. Það er, þú veist, við erum klikkuð í alvörunni, í svo mörgu, ef við skoðum þetta. Ég meina, ég er þeirra skoðunar. Ásmundur Einar Daðason, barnamálaráðherra, hann átti að segja af sér á mánudagsmorgni eftir brunan og Stuðlum. Og ég skil ekki af hverju fjölmiðlar er ekki að herja á mannin að segja af sér. Hann er æðsti maður málaflokksins og ekki bara hann, heldur framkvæmdastjóri fósturs- og meðferðarsviðs, hann á að vita að segja af sér, og forstjóri barna- og fjölskyldusviðs, fjölskyldu meðferða. Þau öll þrjú að segja af sér. Þetta er fólkið, og ég meina, þú veist, einhverjum myndi segja, vá, hvort vondur. Nei, þetta er ekki þannig. Gleymið því ekki, Ásmundur Einar Daðason hélt hérna flugeldasýningu 2018 með sko bæjarstjórn Garðabæjar og það sem var skrifað undir viljayfirlýsing sérhæft meðferðarheimili 2018, það er 6 ár síðan. Já. Hann er búinn að vera ráðherra í 7 ár og hvernig er staðan núna? Það er 1 meðferðarheimili virkt. Já. Það er búið að kveikja í hinu heimilinu sko. Og á þessu, ef við tökum bara annað sambærilegt dæmi, ekki sambærilegt, ef við skoðum þetta í stærra samhengi, fyrir 20 árum síðan voru meðferðarheimilin 7. Já. Í dag eru 2. Okkur er búin að fjölga 100.000 íbúa á 20 árum. Segir þetta ekki allt sem segja þarf? Jú, þetta gerir það. Þetta er svo klikkað. Svo ég verða að koma að þessu. Af hverju í ósköpunum er ekki menn, alvöru menn, að taka stjórn á þessum málaflokki? Ekki eitthvað fólk sem er búin að naða blýanta í háskóla. Við erum að tala þá menn sem eru samanlagt með 70 ára starfsreynslu með erfiðustu einstaklingum á hverjum tíma. Já. Þá er ég að tala menn eins og Grétar Halldórsson sem var deildarstjóri á Stuðlum yfir 20 ár. Já, hann er farin á eftirlaun, eða ekki? Nei, það er böttur. Nei, já. Svo tökum við hann, Böðvar Björnsson, sem var deildarstjóri með neyðarverslunar, sem að sko stórkostlegur starfsmaður, Auðun Jónsson, heimsmeistari í kraftlyftingu. Nei, það er eitthvað lið þarna efst upp í risun sem að er með þetta. Og svo hérna erum við einsoginu yfir því ástandið sé svo slæmt. Ég meina, það er, ég veist, hræsnin og bullið sem er búið að vera í þessu málaflokki. Það er svo átakalegt, eins og þegar stúlkan deyr þarna á menningarnótt. Hræðilegt atvik. Þá er allir á innsoginu hvað þetta er skelfilegt og eitthvað. En býtu Ásmundur Einar Daðason minn, þú lofaðir þessu heimili fyrir 6 árum. Hver er þín ábyrgð? Það er engin ábyrgð. Nei. Það er bara þannig. Og ég ég horfði þetta á kveiksþáttinn daginn. Jesús. Og það var manninum Úlfur hérna sem var yfir þessu, hann var settur í leyfi daginn eftir þáttinn. Ég veit ekki alveg hvað það var, en mér fannst hann ekkert segja eitthvað sem var ekki, ég veit það ekki. Ég fekk áminningu fyrir að segja einu setningu að gangi, sko. Já. Ég var að segja við á hann. Já. Sko, House of Cards er bara stundin okkar, sko. Já. En svo gerist það nokkrum dögum seinna að það koma feðgar í fjölmiðlum og þessi drengurinn, sonurinn, hann
er að segja hvað það sé ekkert við að vera, það er ekkert verið að gera eitthvað fyrir þau, hann er sest inn á Stuðlum og þetta, þú veist, bara, Ég veit ekki hvort ég get tekið undir þetta. nei, það sé ekkert við að vera. Nei, ég er ekki tilbúin að taka undir þetta. Nei. Ég veit að það er mjög hæft fólk hann á milli. Mjög hæft. Já. Mjög góðir starfsmenn. Mhm. Auðvitað megu hafa skoðun á öllum hlutum. Sko, nú skoðum þetta eins í stærra samhengi. Það er ekkert langt síðan að við héldum stærstu réttarhöld Íslandssögunar í samkomuhúsi í Grafarholti. Af því að það var ekki hægt að koma þeim fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur. Einmitt. Ok. Vegna grófs ofbeldis. Já, B5 eða ekki. Já. Og þegar sjónvarpið mætti á staðinn þá snéruðu sér í myndavélinn og gáfu fokkmerki. Einmitt. Ok. Það er ekkert langt síðan að þá er búið að hver snýstungan á fætur annari hérna niður í bæ. Skotar á sér. Skilur við. Já. Veruleikinn þarna inni þetta er ekki allt saman ljúfmenni. Nei. Þetta eru erfiðir einstaklingar. Og ég ætla að minna á það, eins og ég sagði hérna áðan. Ég nefndi að þess að 3 eðaldrengi, kengbóna reynslu, með 70 ára starfsaldur, skilu, samanlagt. Þegar þeir höfðu verkfærin, sem við höfum, þegar við höfum verkfærin, áður við fórum í þetta skaðaminnkunarbull, áður við fórum í þetta vókkjaftaði, áður við fórum í, þegar verkfærin voru tekin af okkur, að það er afleiðing að því að gera eitthvað af sér. Þú gast ekki stúta herbygginu á Stuðlum og svo að bara ef þú að fá okkur bræðari eða að fara í bíó. Það var ekki þannig hérna áður. Það fylgdi þess alltaf. Það var ást og virðing og hún fólst í því að setja ákveðan ramma. Það voru ekki stelpur þarna sem að voru sko þar sem að ef einhver sko strákarnir þeir sögðu okkur aldrei að halda kjafti. Þeir gerðu það þá bara einu sinni. Þeir skildu alveg mörkin. Þeir höfðu alveg skilning á því hvernig þessi veruleiki er og þeim fannst það gott. Þeir fengu mörk, ákveðu mörk. En ég man eftir fullt af liði sem að koma að það, kannski nýútskrifað með BA-próf, komu úr félagsmiðstöð og þeir sögðu bara nei, haltu kjafti, ég ætla ekki að borða og þá sá maður bara undir hælan á þeim hlaupinu og skrifstofur. Eða sálfræðingarna eða hvað það var, skilur við. Þannig að sko, þetta er ekki svona einfalt. Nei, en mér finnst sko, þú veist, þegar að ég horfi, því ég var að segja með þessa feðga sem kom í viðtalinu og nú er það bara, ég veit alveg að þú mátt ekki segja neitt um þetta, en ég veit það að þessi drengur í viðtalinu. En það ég vinn ekki á Stuðlum líka. Nei, að þessi drengur í viðtalinu er drengurinn sem að kveikti eldinn á Stuðlum núna síðustu helgi og mér finnst mjög skrítið að þú veist, ég veit að það er að koma kosningar og allt það en að það sé ekki meiri læti